Bréf Páls til Efesusmanna, 1. kafli. Páll, að vilja Guðs, postuli Krists Jesú, heilsar hinum heilagu í Efesus sem trúa á Krist Jesú. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists, sem í Kristi hefur blessað oss með allri andlegri blessun himinsins. Áður en grunnur heimsins var lagður útvaldi hann oss í Kristi, að hann hefði oss fyrir augum sér heilög og lýtalaus í kærleika. Fyrirfram ákvað hann að gera oss að börnum sínum í Jesú Kristi. Sá var náðarvilji hans. Hann vildi að vér yrðum til vegsemdar dýrðans og náð sem hann hefur gefið oss í sínum elskaða syni. Í honum fyrir hans blóð eigum vér endurlausnina og fyrirgefningu af brota vorra. Svo auðug náðans sem hann gaf oss ríkulega með hvers konar vísdómi og skilningi, og hann hefur byrt oss leyndardóm vilja síns, þann ásetning Krist sem hann í náð sinni ætlaði sér að framkvæma í fyllingu tímanna. Að safna öllu sem til á himni og jörðu undir eitt höfuð í Kristi. Í honum höfum vér þá líka öðlast arfleifðina eins og oss var fyrirhugað samkvæmt fyrirætlun hans framkvæmir allt eftir ályktun vilja síns, til þess að vér sem áður höfum sett vonvora til Krists skildum vera dýrðans til vegsemdar. Í honum eruð og þér, eftir að hafa heyrt orð sannleikans, fagnaðar erindið sáluhjálp yðar og tekið trú á hann og verið merkt innsigli heilags anda sem yður var fyrirheitið. Hann pantur arfleifðar vorrar, að við verðum endurleist Guði til eignar, dýrð hans til vegsemdar. Eftir að hafa heyrt trú ykkar á drottin Jesú og kærleika ykkar til allra heilagra, hef ég þess vegna ekki heldur látið af að þakka fyrir ykkur ég minnist ykkar í bænum mínum. Ég bið Guð drottins vors Jesú Krists, föður dýrðarinnar, að gefa ykkur anda speki og opinberunar svo að þið fáið þekkt hann. Ég bið hann að upplýsa sjón hjartans, svo að þið sjáið hver sú von sem hann hefur kallað okkur til, hver ríkulega og dýrlega arfleifð hann ætlar okkur meðal hinna heilögu og hver kröftulega hann verkar í okkur sem trúum. En þetta sami áhrifamikli kröftugi mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi, hann vakti hann frá dauðum og lét hann setja sér til hægri handar á himnum, og var hverri tign og valdi og mætti, og var öllum herradómi og sérhverju nafni sem nefnt ekki aðeins í þessari veröld, heldur og í hinni komandi. Allt hefur hann lagt undir fætur honum og gefið hann kirkjunni sem höfuðið yfir öllu. En kirkjan líkami hans og fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu. Efesus bréfið, 2. kafli. Þið voruð dauð vegna afbrota ykkar og synda sem þið lifðuð í áður samkvæmt aldarhætti þessa heims, að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Eins lifðum við öll fyrrum, lutum jarðbundnum girndum, gerðum það sem okkur listi og refsidómur Guðs vofði yfir okkur eins og öðrum mönnum. En Guð auðugur að miskunn, svo mikil var elska hans til okkar að þótt við værum dauð vegna misgjörða okkar, endurlífgaði hann okkur með Kristi. Af náð þið hólpin orðin, og reisti okkur upp með Kristi Jesú og bjó okkur stað hjá honum í himinhæðum. Þannig vildi hann sýna á komandi öldum ómælanlega auðleg náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesú, því að af náð þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta ekki ykkur að þakka. Það Guðs gjöf.
ekki byggt á verkum, enginn skyldi geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þið skuluð því minnast þessa. Þið voruð upprunalega heiðingjar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kalla sig umskorna og eru umskornir á holdi með höndum manna. Sú var tíðin að þið voruð án Krists, lokaðir úti frá þegnrétti Ísraels manna. Þið stóðuð fyrir utan sáttmálana og fyrirheit Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum. Nú þar á móti eru þið sem eitt sinn voruð fjarlægir, nálægir orðnir í Kristi fyrir blóð hans. Því að hann er friður okkar. Hann gerði heiðingja og Ísraels menn að einum. Hann reif niður vegginn sem skildi þá að, fjandskapinn milli þeirra. Með lífi sínu og dauða afmáðan lögmálið með boðorðum þess og skipunum til þess að setja frið og skapa í sér einn nýjan mann úr báðum. Í einum líkama sætti hann þá báða við Guð með því að deyja á krossi þar sem hann deyddi fjandskapinn. Og hann kom og boðaði ykkur frið sem fjarlægir voruð og frið hinum sem nálægir voru. Því að fyrir hans tilverknað getum við hvort tveggja nálgast föðurinn í einum anda. Þess vegna eru þið ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þið samþegnar hinna heilögu og heimamenn Guðs. Þið eruð bygging sem hefur að grundvelli postulana og spámennina en Kristi Jesú sjálfan að hyrningarsteini. Í honum tengist öll sú bygging saman, vex og verður heilagt musteri í drottni. Með honum eruð einnig þið sambyggðir til andlegs bústaðar handa Guði. Efesusbréfið, 3. kafli. Þess vegna er það að ég, Páll, bandingi Krists Jesú vegna ykkar heiðina manna, beygi kné mín. Víst hafið þið heyrt þá náð sem Guð hefur sýnt mér og það hlutverk sem hann hefur falið mér hjá ykkur. Með opinberun birtist mér leyndardómurinn. Það hef ég stuttlega skrifað áður. Þegar þið lesið það, getið þið skynjað hvað ég veit leyndardóm Krists. Hann var ekki birtur mannanna börnum fyrr á tímum. Nú hefur Guð látið andan opinberan heilögum postulum sínum og spámönnum. Vegna samfélagsins við Krist Jesú og með því að hlýða á fagnaðar erindið eru heiðingjarnir orðnir erfingjar með okkur, einn líkami með okkur og eiga hlut í sama fyrirheiti og við. Ég varð þjónn þessa fagnaðar erindis af því að Guð gaf mér þá náð með krafti máttar síns. Mér sem minnstur er allra heilagra var veitt svo náð að boða heiðingjum fagnaðar erindið hinn órannsakanlega ríkdóm Krists og að upplýsa alla það hvernig Guð hefur ráðstafað þessum leyndardómi sem frá eilíð var hulinn hjá Guði sem allt hefur skapað. Nú skildi kirkjan látin kunngjöra tignum og völdunum á himnum hve margháttuð speki Guðs er. Þetta er Guðs eilífa fyrirætlun sem hann hefur framkvæmt í Kristi Jesú, drottni vorum. Á honum byggist djörfung okkar. Í trúnni á hann eigum við öruggan aðgang að Guði. Fyrir því bið ég að þið látið eigi hugfallast út af þrengingum mínum ykkar vegna. Þær eru ykkur til vegsemdar. Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himni og jörðu, að hann gef ykkur af ríkidómi dýrðar sinnar að styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með ykkur. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum ykkar og þið verða rótfest og grundvölluð í kærleika.
Mættu þið því geta skilið það með öllum heilögum, hvílík víddin og lengdin, hæðin og dýptin í kærleika Krists og fá að sannreina hann, sem gnæfir yfir alla þekkingu og ná að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum, honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú með öllum kynslóðum aldir alda. Amen. Efesusbréfið 4. kafli. Ég, bandinginn vegna Drottins, áminni ykkur þess vegna að hegða ykkur svo sem samboðið þeirri köllun sem þið hafið hlotið. Verið í hvívetna lítillát og hóvær. Verið þolinmóð, langlynd, umberið og elskið hvert annað. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn líkaminn og einn andinn eins og Guð gaf ykkur líka eina von þegar hann kallaði ykkur. Einn Drottinn, ein trú, ein skírn, einn Guð og Faðir allra sem yfir öllum, með öllum og í öllum. Sérhvert okkar þáði af Kristi sína náðargjöf. Því segir ritningin: hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnunum gjafir. En steig upp, hvað merkir það annað en að hann hefur einnig stigið niður í undirdjúp jarðarinnar? Sá sem steig niður og sá sem uppsté, upp yfir alla himna til þess að fullna allt. Og frá honum sú gjöf komin að sumir postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hinn heilögu og láta þeim þjónustu í líkama Krists til uppbyggingar, þangað til við verðum öll einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs, verðum full þroska og náum vaxta takmarki Krists fyllingar. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi og tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikann í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið, Kristur. Hann tengir líkamann saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug inna sína þjónust af hendi, allt eftir þeim krafti sem hann útlutar hverri þeirra. Þannig lætur hann líkamann vaxa og byggjast upp í kærleika. Þetta segi ég þá og vitna í nafni Drottins. Þið megið ekki framar hegða ykkur eins og heiðingjarnir hegða sér. Hugsun þeirra allslaus, skilningur þeirra blindaður og þeir fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Þeir tilfinningarlausir og hafa ofurselt sig losta lífi, svo að þeir fremja alls konar siðleysi af græðgi. En svo hafið þið ekki lært að þekkja Krist. Jesús sannleikurinn og ég veit að þið hafið heyrt hann og verið frædd hann. Þið eigið að hætta hinni fyrri breytni og afklæðast hinum gamla manni sem spilltur af tælandi girndum, en endurnýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður í Guðs mynd og breytir eins og Guð vill og lætur réttlæti og sannleika helga líf sitt. Leggið því af lygina og talið sannleika hvert við sinn náunga, því að við hvert annars limir. Ef þið reiðist, þá syndið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reið ykkar. Gefið djöflinum ekkert færi. Hinn stelvísi hætti að stela, en leggi hart að sér og geri það sem gagnlegt með höndum sínum, svo að hann hafi eitthvað að miðla þeim sem þurfandi Látið ekkert fúkyrði líða ykkur af munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar.
þar sem þörf gerist til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þið eruð innsigluð með til endurlausnar dagsins. Látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlægt ykkur og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðviljuð hvert við annað, miskunnsöm, fús til að fyrirgefa hvert öðru eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Efesusbréfið, 5. kafli. Verðið því eftirbreytendur Guðs svo sem elskuð börn hans. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði okkur og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir okkur svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. En frillulífi og óhreinleiki yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinni að nefnast á nafn meðal ykkar. Slíkt hæfir ekki heilögum. Ekki heldur svívirðilegt hjal eða ósæmilegt spé. Þakkið miklu fremur Guði. Því að það skuluði vita og fest ykkur í minni að engin frillulífsmaður eða saurugur eða ágjarn sem samúð að dýrka hjá Guði á sér arfsvon í ríki Krists og Guðs. Látið engan tæla ykkur með marklausum orðum, því að vegna þessa kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Verðið þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur því eins og börn ljóssins. Því að ávöxtur ljóssins er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. Metið rétt hvað drottni þóknast. Eigið engan hlut í verkum myrkursins sem ekkert gott hlýst af, heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svívirðilegt að tala. En allt það sem ljósið afhjúpar verður augljóst. Því að allt sem er augljóst er í ljósi. Því segir svo: Vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávís, heldur sem vís. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsöm, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllist heldur andanum og ávarpið hvert annað með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Syngið og lofið drottin af öllu hjarta og þakkið jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors, Jesú Krists. Sýnið Kristi lotningu og hvert öðru auðsveifni, konurnar eiginmönnum sínum eins og drottni, því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð og frelsari kirkjunnar líkama síns. En eins og kirkjan lítur Kristi, þannig lúti og konurnar eiginmönnum sínum í öllu. Karlmenn, elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helgana með orðinu og hreinsana í vatnslauginni. Hann vildi leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð án þess hún hefði blett eða hrukku né neitt slíkt. Heilög skildun og lítalaus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna, því við erum limir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, hver og einn skal elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig, en konan beri lotningu fyrir manni sínum.
Efesusbréfið 7. kafli. Börn, hlýðið foreldrum ykkar vegna Drottins, því að það er rétt. Heiðra föður þinn og móður. Það er hið fyrsta boðorð með fyrirheiti, til þess að þér vegni vel og þú verðir langlífur á jörðinni. Og feður, reytið ekki börn ykkar til reiði, heldur alið þau upp með aga og fræðslu Drottinn. Þrælar, hlýðið jarnerskum húsbændum ykkar með lotningu og ótta af einlægni hjartans, eins og það væri Kristur. Ekki með augnaþjónustu eins og þeir mönnum vilja þóknast, heldur eins og þjónar Krists að gera vilja Guðs af heilum huga. Þjónið eins og Drottinn ætti í hlut og ekki menn. Þið vituð og sjálfir að sérhver mun fá aftur af Drottni það góða sem hann gerir, hvort sem hann þræll eða frjáls maður. Og þið sem eigið þræla breytið eins við þá, hættið að ógna þeim. Þið vitið að þeir eiga í himnunum sama Drottinn og hann fer ekki í manngreinar álit. Að lokum. Styrkist í Drottni og krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þið getið staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunar í himingeimnum. Takið því alvæpni Guðs til þess að þið getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Standið því girt sannleika lendar ykkar og klædd réttlætinu sem brynju og skóuð á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðarboðin frið. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getið slökkt með öll logandi skeyti hins vonda. Setjið upp hjálm hjálpræðisins og grípið sverð andans, Guðs orð. Gerið það með bæn og beiðni og biðjið á hverri tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðug í bæn fyrir öllum heilögum. Biðjið fyrir mér að mér verði gefin orð að mæla, þá ég lík upp munni mínum til þess að ég kunngjöri með djörfung leyndardóm fagnaðar erindisins. Boðberi þess ég í fjötrum mínum. Biðjið að ég geti flutt það með djörfung eins og mér ber að tala. En til þess að þið fáið einnig að vita hagi mína, hvernig mér líður, þá mun Tíkikus, minn elskaði bróðir og trúi aðstoðamaður í þjónustu Drottins, skýra ykkur frá öllu. Ég sendi hann til ykkar einkum í því skyni að þið fáið að vita hvernig mér líður og til þess að hann uppörvi ykkur. Friður sé með söfniðinum og kærleikur með trúnni frá Guði föður og Drottni Jesú Kristi. Náð sé með öllum þeim sem elska Drottinn vorn Jesú Krist með ódauðlegum kærleik.